það er bara annað orðið yfir úthugsaður playstíl og Klöts eru rosalega duglegar í að refsa og ég meina við sjáum það bara á skórbreytinu hérna að þær eru efstar fyrir ástöðum og væntanlega þá með hæsta sítið þar á eftir var ekki Ravi Höttur það var Arena Gaming já, og það er gamla Höttur hérna í rétt já, leikmenni þar ekki með það á hreinu man það ekki alveg nei man ég var að observa einhvern leikafum en ég var ekki man ekki nöfnin á svolítið svona tveir nýðunum báður í hálgerri afleysingu hvorki mist né Danni er að þjálfa í kvöld jú, hann er að þjálfa Gold Diggers Bánsjúmon, hinn er sann press á honum maður þá þið látið hann heyra það í næstu útsendingu ef hann er ekki að skila sínu hérna sko já, hvað Bánsjúmon er Danni, hann er geggjaður spilari og það að Gold Diggers er komið með hann sem þjálfara er bara er hann nýkomin í þeirra lýsa í þjálfari? Okay. Hann kom ég veit ekki, ég held ekki endanum á sísónu þá kom hann í Gold Diggers já, kom að pröfa og ég vissi alltaf að hann var að coacha en ég held að væri svona ég held að væri meira svona skólahópur ekki að eða svona, ég held að hann væri þarna einhvers staðar á Selfossi bara en ok, hann er að coacha segjum það ok sem er alveg stórt af því að já, sko þetta er eitthvað sem ég tekið eftir með íslenska Valorant-spilaran við erum að sjá ekki þessa opnudel sem við höfum verið með nú erum við að sjá að það er rosalega mikill metnaður hjá stelpunum og það er ástæða fyrir við erum búin að vera að fylla þessa deildir tvisvar sem núna í röð en við erum að sjá líka strákana gefa allt sem að þeir kunna á þessi lið og það er ekki að gera þau veikari á neitt veg það er ekki, og við sjáum líka það gerir þetta alveg án þess að vera með eitthvað kótsa líka sko, en að vera ég dyrka sjá uppbygginguna á þessu af því að Valorant er sennilega mesta svona gender diversity af öllum leikjum sem við hefum séð ég þess að fer að segja það allavega á Íslandi það jafnvel bara út í heimi og maður að sjá rosalega mikið af Valorant spilurum transitiona yfir í eins og Counter-Strike sem hefur aldrei verið frægur fyrir að vera með stelpur í hvernig lið, þau eru með núna út í heimi sín eigin svona franchise leagues en við erum klárlega að setja flotta braut hérna fyrir framtíðina á Íslandi þannig að eitt stórt klapp fyrir alla kótsa og bara ykkur fyrir að taka þátt í þessu og horfa það skiptir miklu máli enda erum við með geggjaðan sponsor, það er Red Bull hérna náði ég ekki að henda þetta niður, það var ekki planað en ég held að ég ætli að henda okkur í stutta pásu og við bara kannski komum bara beint inn þegar leikurinn er klár það ætti ekki að vera nema kannski 2 mínútna pása þannig að við sjáum eftir smá
verið velkomin aftur í útsendingu hjá okkur. Við fréttum að það var smá netvesen hjá okkur, þannig að við byrjumst afsökunar á því, en ef þið mistuð af því áðan, þá vorum við að renna yfir þessi bæði lið í kvöld. Þetta er rosalega mikilvægur leikur, Nóel. Nú veit ég ekki hvort ég náði að kynna þig líka áðan í beinni, en Nóel er sérst með mér í kvöld. Við erum að leysa af okkar æðislegu kastara, þar sem að einn er að þjálfa hérna á hægri hönd, sjáu þið Bang Simon, en það er nýtt line-up svolítið hjá Gold Diggers. Jú, mikið rétt. Við erum að sjá hérna Emsu koma inn sem neyðarsöp og Young Ani og Tiara sem eru ný þetta season. Þetta season hafa spilað áður en hafa ekki spilað áður í hvað maður að kalla pródeildina, ég bara hægt að segja það. Hinum megin eru við með controllers og það eru litla breytingar þar, bara svipaða lið. En þau eru, það er pressa á þeim í kvöld. Það er svolítið mikilvæg leikur fyrir þær. Já, það ekki? Það er, það að controllers, þær þurfa að hugsa mikið þennan leika, því að ef þær vinna og Höttur tapar sínum leik, þá eiga þau möguleika á að komast áfram. Sérst hérna á skórbútuna spilast svolítið akkurat eftir niðurstöðum á þeim leikjum, en controllers eiga kannski ekki að vera að horfa á það, því að þær eru hérna með í win round bónus, þá er þetta -44, þannig að þær eru svolítið að horfa á það að ná þessum 4 stigum og eftir það í rauninni vona bara að niðurstöðunar á hinni liðunum séu þeim í hag, en þú getur ekkert ráðið þeim niðurstöðum, þú getur bara hort á markmið fyrir framæði sem er að vinna þennan leik. Þetta komum við upp í fyrsta leik, en það er á Haven, mappiki hjá controllers og við sjáum hérna nú er eitthvað að klikka, eins og þessi, við erum að leysa af í kvöld, en við bara leyfum manninum að taka því rólega. Við höldum áfram að lýsa leiknum. Hér er kamera, það er sett upp á síðunum. Við rættum það áðan árun að við, okkur var kastað af netinu. Þá rættum við það áðan mappiki svolítið hjá Gold Diggers. Við erum að horfa á controllers. Þær eru, að horfa á sterkar lið á móti sér, en vegna þess að 3 nýr leikmenn að standa inn fyrir Gold Diggers, að þá við giskum svolítið á að þetta væri pönnispik út af 3 sætum. Það gæti verið og við sjáum hérna að mappikin, eða champpikin hjá liðunum. Við erum að sjá Neon og Breach, síðan með Sage og nýja karakterinn Teo og Clove, Gold Diggers megin, sem gerir þetta mjög sterkt, en við sjáum hérna Club Penguin ná fyrstu 2 kilónum inn á sæt. Ég held að ég hafi aldrei sagt Club Penguin áður óvart og ég var alltaf að vanda mig við það. Club ég veit að og hún gerir þetta erfitt fyrir okkur, en ég skilur 100%. Ég var alltaf að berjast við þetta. Það er eitthvað með Íslendinga að vera með þessi nöfn, alveg að henda mann að kortinu. En við erum núna í Haven kortinu og við sjáum hérna, það er hann að panna svolítið að reyna að komast hérna í bakið, nær Emsu út, en það er treytar. Taskmaster Tony treytar Hönnu út og nú er þetta 2 í rítekina móti. Jóngani tekur Bofa út og eina eftir Breach eða Blöndal sem er tekin hérna af Club Penguin, og hún byrjar hérna mjög sterklega með 3 kills. 3 kills og 2 aðrir hérna til að treyta. Þetta var eiginlega bara, rítekið kom eiginlega aðeins svo hægt, ég veit ekki við vorum svolítið splittu, hann að panna var hérna 1 í bakinu, svolítið erfitt í pistol kannski, en nóg það, það er alltaf ekki að kaupa á mótur, það er fullt spar, en nú yfir á síð fara þær í Gold Diggers. Þar er kameran alltaf að reddi. Þannig að þau taka strax eftir eða það er eitthvað. Ætti að gera það. En það er líka ný kamera í leiknum. Ég hef ekki alveg spilað Teo, ég þekki hann ekki alveg. Við fóðum þetta infóið einmitt að Tofa er í hótninu, en mér finnst þessi karakter Teo, mér finnst það mjög góður, bara til að fá info. Það, bara hendir þessum dróna inn, hann skannar. Skannar hann eins og örin hjá Sófu? Eða sér hann í gegnum veggi, því að hann sá ekki þarna í
mannin í hopninu eða nokkuð? Nei, hann sá hann ekki. Nei. Ég þetta man ekki svo langt síðan sem einhver hjá mér spilaði hann. Új. Allar þrjár að spila út frá þessu flassi. Þetta þetta geggja. Ég meina, við erum í Ígó. Ok, 2 kill út frá nánast engu. Vistu, props á þær. Þetta var gott í stöðunni. Þetta var mjög gott. Fyrir að vera ekki með neina fjárfesting í þessu, en nú verður betri fjárfesting. En já, þú talaði Teo. Ég hef ekki spilað hann áður. Ég held ég þurfi bara að fara að gera það til að vera up to speed og því að það er ekkert hann sem ég get sagt. Ég veit eiginlega ekki einu sinni hvar hann stendur. Eina sem ég veit er að últið hans er allt of OP. það er galið. Af því að þú getur ekki unnið 1v1s á mótunum. Það er ekki hægt ef hann er með últ. Alls ekki, sko. Hann er líka með hann er með power sem tekur niður öldið hjá Killjoy sem gerir hann svo ógeðslega powerful. Já, í leiðinni. Já. Þú meinar. Raccoon meinar skaða hérna á miðunni, Pluggengur tekinn út, hann er 15 HP en bakkar. Emsa tekur Það mæntir á, já. Lerka í garage og Tashmile Tony hendur út rónunum. Búin að vera að kasta Counter-Strike og PUBG aðeins, ég sagði hann. Ég ætla að leiða þetta með strax þarna. Þetta gæti gerst aftur, fyrir framafsakanir. En Emsa, hún afsakar ekkert hérna. Kemur Taskmanin Tony inn fyrir og þá ætti bomban örugglega að fara niður á sig. Hanna Panna er einina til að svara þessu. En ég held þau sé að fara að láta þetta eiga sig nema þau fái opnanir og það er opnun. Höfuðið tekið af Tony. Blöndal og Hanna þurfa að spila þetta mjög mikið saman og mjög vel til að ná þessu ríteki. Út með flassið, Hanna er í, Emsa ásíkið er í takkara frá því og er hérna bara í svingið og þó að hún sé afleysingamæður þá var hún öllu vön, var lengi með kröflu og það varð síðan nú man ég ekki hvað nafni kom á eftir því en ég á að vita það er alveg á endanum á tónum en Við fáum hérna 4K frá Emsu í seinastandi sem gerir þetta verkum að controllers þarf eiginlega að fara í pínu safe með ekki mikið kaupa. Nei, alls ekki. Byrja vel fyrir Goldiggers hérna í anstæðings mappiki, er það ekki? Jú. Þannig að við ætlum bara að halda þessu momenti yfir á AE. Það er ekki gefin eitt frítt en Hanna ætti að vita af öllu. Nú er hún first einin á sætið, það er ekki committað. Þau eru komið með reinforcement inn á sætið og það getur verið að besta í þessari stöðu því að Pluggengur ætlar að fara inn í þetta en veit kannski ekki að þau eru 3 inn á sæt. Skiptir ekki máli því að Tofa er með 2 hausa, sækir 3., 4. og 1 maður eftir og það er Emsa sem að fellur næstuði fyrir henni en Blöndal og leysinu. Við köllum þetta, já, ok. Sko, ég segi alltaf, sko, ég er aldrei að kalla eftir Ace eða segja að ég sé á því. Þannig að ég kenni mig alltaf sjálfum ef einhver annar tekur killið, af því að ég er oftar en ekki. Ég meina, og líka props, þær eru að sækja fyrsta roundið sitt. Þú vilt prioritisa roundið yfir Ace-ið. En hún vann þetta round ein. Ég held að það sé hægt að segja það. Svakalegt og þau eru ennþá að fagna hérna. Ómennað, já, næsta round. Það er góð spurning. Já. Þetta var mjög vel spilað þarna ekki á controllers og það að Goldiggers gerði þarna eitthvað vittlaust var að þau einmitt gleymdu þessum eina leikmanni sem var undir Heaven, þar segja. Sko, hún ætlaði að bakka þarna, það sást það. En út af því að þau voru komið 2 menn í rótið það ákvæður að vera bara inn á sæti og vera bara tilbúin að taka mót þessu. Ég finnst mér að vera áhugavert að fara núna eftir að tapa rándi því að þú ert eiginlega með leikmenn úr öllum áttum á því þá. Þetta er ennþá back and forth og það eru 3 leikmenn á kontról sem að þurfa að díla við svolítið marga hérna. En Blöndal sækir hérna 1, Pluggengur treyta það út og nú er bara Hanna Panna eftir á 3. Skoðar aðeins inn í kringu sig en mjög ólíklegt að hún takja þetta. Plub er með þau vita núna af Hönnu og sem gerir þetta mjög erfitt fyrir Hönnu því að hún er 1 á móti 3.
Ég held að í þessari stöðu ætti hún að spara. En hún ákveður að fara í þetta og Emsa tekur hennu. Lokar á þetta. 4. rándi fyrir Gold Diggers, þannig á ekki að halda momentumi út frá 4K-inu þarna í rándinu þar á undan. En peningurinn ætti ekki að vera svo góður held ég hjá Controls heldur. Kannski hendum tapir upp fyrir okkur hérna, svo við getum verið með í fjármálunum. Sjáum hérna scoreboardið mitt í leiknum. Bara þegar hún ennir. Já. Þá sjáum við að Hanna Panna er efst hjá Controllers með 5 kills og Plub Kingwin með 7. Býttu framalega, býttu, wow, ég sá þetta ekki, já, aðeins að passa mig, en wow, ég rétt svo tók eftir þessu undir scoreboardinu kannski bara mesta tíma, en sækið þríkina og kemur Teo últi á góðum tíma, en hún er að koma sér til burti, en hún er samt í, ó nei, hún fellur, tímiður. Emsa þurfti eiginlega að fá killa þarna, en það er mikið að gerast þannig að maður skilur komsrugglingin, Plub Kingwin 1 á móti 4. Þetta var rosalegt spil hérna hjá Raccoon, Raccoon. Já, ég bara engi bjóst við þessu, ég meina þess vegna var maður svona slakur á bara, já, fáum við tapið, en ok. Nú eru 2 ránd búin að vera gjörsamlega út frá einstaklings 4K-um hérna. Fyrst hérna Þetta var vel spilað hjá Raccoon og bara hjá Controllers. Þau fá þarna info og þau eru öll sé, sérstaklega með Raccoon taka niður 3 og einn kemur hann í bak og tekur eftir hinn 2. Ég trú ekki hann hafi farið í þetta. Hún var 1 á síðan held ég líka. Þannig að það var mjög vel spilað þarna. Já, kann að meta þetta. Fara bara með bardagan í þær. Ekki vera að gefa þeim of mikið space því að það er einmitt advantage sem hefur yfir þetta lið er að þið getur reynd að koma með óvart. Það er bara ákveðin heimavinna sem þú getur gert á móti Controllers. Nei, Gold Diggers afsakið. Þannig að þú verður að henda inn svona curveballs hér og þar. Og við erum komin inn á síð. Svo Plug Kingwin komin á sæti þetta eldi sitt og Tony tekur hann og tófu út. Loka fyrir, bomban fyrir niður, alveg örugg. Það geggjaða veggur hérna, því að það er engin séns þegar þið komast. Nei, loka hérna svona ská, þannig að þú ætti að gera mikið damage á vegginn, en Raccoon samanstafan gekk vel á þann en nú hinum einn við, þannig að kannski ekki sama og sprayið rétt hugar en þá kemur treytið út en hún næra að koma sér fyrir í hotnið og Emsa er núna 1 á hana en vá, svo mikilvægt kill en það er engin tími held ég eftir á bomburi. Með 30 HP eftir og Hanna að komast inn á sæt. Oh my god! Hanna 1 eftir hjá Gold Diggers, 1v1 og Hanna tekur þetta en bomban springur og drepur henni í leiðinni en svaka leikmenn sem eru með hennar. Ef þetta hefði verið aðeins hraðara, þá held ég að þau náðu þessu. Það er rétt og af því að sko Hanna Panna, nei afsakið Raccoon, ég held meira sem hann hefði getið hangið aðeins lengur lifandi og leyft þeim að koma fyrst inn út af því að hún var með svo gríðarlega óþægilega stöðu fyrir Gold Diggers til að vinna með. Þannig að, en ég meina við erum að sjá það, ég held að séu mætta til að spila á móti Gold Diggers og ég held að Gold Diggers séu ekki öruggar í þessari seríu í kvöld. Sjáum klárlega að þær hafa svakalega leikmenn þarna sem að geta bara sótt sér 4K sjálfan og þá eigum við eftir að ræða 3 leikmenn í viðbót en þau eru öll með, já, virðast vera bara mjög vel drillið hérna. Það er yfir á A1, það er aðeins 2 leikmenn til að, en það er reinforcement, byttur svolítið snemma, ok. Halda sér lifandi enn og sæt, en Hanna Panna kemur sér alveg fyrir í hotnið, blokkar út frá Teo últinu, spammar henni í gegn. Hanna tekur tjöru og er þetta 3-3. Og beitu þarna út Raccoon enn og aftur í flankinu og það hefur virkað ótrúlega vel hingað til Platti býttu nei! Ó nei, bomba fyrir niður. Ekkert músapláss. Við höfum allir verið þar, gæti það verið, en taskmaster Tony sleppur þarna og Blöndal býst ekki við að hún sé það, þannig að Tony lokar þetta. Þetta var svo nálægt.
það Raccoon hefði náð þessu killi og Blöndal hefði komið með síðan. Það er svona, það er ennþá svolítið óvissa í Controllers finnst mér, en við sjáum alveg, það er alltaf þarna. Þú hefur allt til þess að vinna þessa leikiseri, eins og ég segi, en mér finnst það vanta aðeins meira svona, hvað maður að segja, fara saman í þetta, en ég eiginlega bara, ég næ ekki alveg að horfa á nógu mikið hvað skildi vanta, en það er eitthvað, en sýnist að vera að execute á A-ið aftur og í þetta skipti höfum við Sage lurkandi þarna bakvið ef einhver kemur í bak. Enginn sem ætlar að fara í það með Cybercam hinum meginn á. Tony tekur hönnupönnu en á meðan eru hinnar að rótita yfir á séð. Controllers byrjar að suspekta eitthvað. Já, bara hvernig kemur kameran upp? Ó nei, hún er bara ekki fá neitt info út frá henni. Þau eru komin inn á site áður en að kameran kíkir, þannig að þau eru bara garantít að fara að fá þetta plant niður og jafnvel rándi með við leikmann. Sjáum hönnupönnu koma aftur hérna í bak á meðan það verður reynt. Með Controllers halda áfram. En Tony tekur Raccoon niður. Ég held að ég rugglaðist hann á leikmönnum. Það gerist. Þetta er svolítið erfitt og ég eiginlega bara næstu í trú ekki að þau ætla að reyna á þetta, en þau ætla að fara að kanna þetta. Þau eru að vísu með kannski ekki bestu kaupin, en 3 hérna inn og það er Ensta sem að sækir alla 3. Segir bara nei, gleymdu þessu, við erum búin að tryggja okkur hálfleikinn og bara þær geta ekki tapa honum, en nú það besta sem að Controllers geta vonast eftir eru 5 round og það er alls ekki ómögulegt, en þið þurfa að fara að breyta ykkur til eða gera það núna því að 7-2. Já, þetta er, viltu ekki að þetta forskot sé á mótir í þínu mappiki? Alls ekki. Mér finnst þetta bara það að Tjara og Young Annie er að koma þarna inn, mér finnst það bara mjög sterkir leikmenn. Já. Þau var bara verið að spila bara mjög vel með öllu liðinu. En það sem við erum að sjá hérna hjá Golddiggers er að það eru mjög mikið að í staðis að taka control af mappinu, þá eru þeir að meira svona pússa á eitthvað site. Þau velja sér site og eru bara, herru, ok, let's go, fyrir þarna. Storma þetta. Já. Og ég held að það sé eitthvað svona, já, það er bara, það er bara slökkt á pompinu og ég held að fara bara strax inn á þessu, en það voru ekki allir teknir í últinu. Emsa sækir 2, enn og aftur, heldur áfram að skjóta. Fá plantið þetta niður. Tófa skannar inn á site. Ég myndi segja að Controllers ætti að seifa hérna. Þau er ekki pening til að fara í þetta. Það er líka bara rosalega ólíklegt án til að vinna. Hvað þá núna? Ég held að það sé rétt í það. Þú ættir að afskrifa þetta, en þar gerir það ekki. Blöndal þrautar, en þú er ekki til. Það er Tony sem að lokar á þetta. Sækir 8. rondi núna fyrir Golddiggers. 8-2. Já, þetta er ekki sterk byrjun. Nei. Ég segi svona það sem Controllers ætti kannski meira að gera er með þetta hugsa peningin, meira svona spara, spila líka saman. Verka er ekki að eiga besta leikinninga til, en Hannapanna gerir gott úr og tekur timeoutið strax. Leifur þess ekki að fara of snemma fram úr þeim. Aðeins 2 round til að gera eitthvað í og þú vart að horfa á lélegt kaup í þessu roundi, þannig að ég held að séu að fara að gera eitthvað pocket strat núna og eiga svo fullt kaup í næsta roundi. En já, hvað er planið? Hannapanna allavega tekur timeoutið, þannig að ég ætla bara að ganga út frá því að ekki er hún IGL-in hjá þeim, vitum við það? Þetta manna ekki. Ég þori alls ekki að fara með það. Þetta er bara algjörlega gísk, en ég náttúrulega bara fer eftir hvert tekur timeoutið, þannig að segjum það bara. Við erum að sjá Ultimate hjá 2 hjá Controllers megin og 3 Golddiggers megin, og það að Tjara er með öll er mjög öflugt, þannig að ef Controllers vilja reyna eitthvað þá held ég að Golddiggers eigi þetta round. Með þess að sýndist með Taskmaster Tony vera 1 í ult líka, þannig að það er hættulegt round, framundan. Hvort sem að verði núna eða næsta, þá er Taskmaster Tony held ég bara að fara að sækja þetta ult
árun að þessi leikur hálfar glöggkringum, strauðurinn inn, enginn á longinu, þau eru komið það info, ekki bara það info, heldur map control líka ofan í, Suez. Þannig að nú er bara ein manneskja á A-inu, það er Hanna Panna sjálf, hún er að gera mikið skada, en hér kemur ulti og þetta er nákvæmlega playið sem var sett upp á móti, en Hanna Panna er föst og þau geta ekkert í þessu gert. Tjara tekur hérna Hönnupunn niður og Controllers, 2 af Controllersmönnum er að koma hérna bak við, Raccoon. Búinn að vera núans hinga til, en það er ekki tengunni núna og nú vita 2 leikmenn og það er bara, held ég að verði slagur longið á móti núna. Vil ekki leyfa 2 leikmennum að koma springt of nálægt í bakið. Við vita tjöfum að Emsa er að koma í bak og tekur hún Raccoon niður. Hún gerir það, en Elerka... Sést þetta í skópinn, já. Við tekur og Blöndal upp í Heaven. Eitt svona hafði þetta. Tóti er mætt. Þetta er lok og læs hjá Golddiggers. Já, ég held meiri sér svolítið erfitt fyrir Controllers að koma tilbaka, hvort sem staðan verður 3 eða 2-10. Og ég held bara eins og að segja, mappi sé farin eins og langt fram úr þeim. Hvernig við erum að sjá samt sko, það er eitt duelist. Þú ert með reyndar, Breach og Teio. Líka og ég eiginlega get ekki pinpointað hvort þeim muni ganga betur í attacker-sætið eða ekki. Það fór ekki að fara með það, en vonandi er line-upið stýrt í þá átt, allavega Taskman Tony spottar hérna 3 held ég, eða spottar 2, en 3 leikmenn á sætinu og þau bara láta það duga til, þau ætla bara hratt í rótið og Raccoon er framalega nær treytinu, en hér kemur út á móti. Þetta var gott treyt hana hjá þeim. Tjara tekur Raccoon niður, Hanna Panna á slæðin, hann í, hún ætlar að ölda. 3 hjá Controllers núna eftir lifandi. Emsa. Þetta er randis, þú þarft þetta rand. Já, Emsa hérna náði ekki að ná öðru killi, þannig að hún dó hérna í öldinu sínu. Þetta er info, þú ert með info á báða. Bara út frá utilityinu og bomban er bara niður. 3 leikmenn núna eftir hjá Controllers og þetta er bara eitt besta, mesti möguleiki á randi sem þau hafa fengið hingað til. Ég myndi ekki þora öðru en að reyna á það. Og hér kemur hann, sækir upplýsingarnar og þá kemur stönnið sennilega eftir það. Tilbúin, stönnar, en hún er að lifa í burtu. So far. Þau eru að gera þetta á góðum tíma, en Ragnhildur tekinn á tófu, Tjara einn eftir, en er tekinn hérna af Blöndal. Býttu, Bomban, þau hafa ekki tíma. Þau hafa ekki tíma! Og það er 10-2 fyrir Golddiggers. Þetta var rosalegt, þau ættu að hafa einn til að taka bombuna og hina 2 ættu bara að passa. Það verður mjög hár púls þarna í gangi og ég verði eiginlega bara að segja, ég skilji þetta, ég held ekki að það gætu tekið þetta rand tilbaka, ég held að Breach utility hjá Tjöru væri til þess að stöðva bombuna og ég skil vel ef að þau gengu út frá því, en eitthvað hefur farið úrskeiðis þarna í miklum látum í comms að enginn var á bombinni, það þekkit allir, en þú vilt ekki að þetta sé að gerast núna í eiginlega mögulega síðasta leiknum svo að spila í deildinni. En 2-10 og það verða vona að attacker-sætið er að verði, heiminn á haf miðað við defenders. Það er alveg það. Sýnist þau taka hérna mid-take. Ekki alveg ideal smoker hérna hjá Sage, en lokar hana fyrir. Sér þetta info sem var Tjara tekur henni punni og veit þarna af 3. Þau eru búin að loka á þetta. Þau eru komið svo framlega á A-inu og glögg fingunum. Í bak. Þetta er of sterkt. Og ég heldur að ætla bara að halda áfram að vita hvar leikmennir geta bara verið, en málið er að Controllers vita ekki að þær vita það, hins vegar þá, náðar að jafna þetta hérna núna, en það gætu ekki búist úr stakkinu sem er algjörlega út frá infónu sem þau sóttu í byrjun. Þannig að þessu verður loka svona.
It's Lurka, ein núna eftir á 3, mjög erfitt og já, hvað þá þeirra þeir vita þig? Tony þarna búið að ganga mjög vel. Það var búið að hlaupa fram hjá mér en hún með 18 kills og eftir henni Emsa með 14 og Plub Penguin með 13. Það alveg búin að fara fram hjá mér hversu vel Tony að spila þetta. Já, reyndar, já, rétt hjá þér. Ég var að segja, ég sá þetta ekki. Búið að vera, mér langar ekki að segja silent 18 kill út af því að við erum mögulega bara búin að missa af þeim. En já, ekki það sem ég er búin að vera að spá mikið. Ég er búin að vera læstur á að sjá eitthvað gott gerast hjá Controllers en tók maður kannski ekki eftir því að taskmannið Tony búin að vera núans á móti. Plum Penguin fer hratt hérna í A-lobby til að taka space og info sem bara mjög vel gert þarna. Þetta einmitt það sem það gerðu áðan líka og það akkurat ástæða fyrir að þeir náðu að setja 3 leikmenn bara inn í garageið og Controllers eflaust búist ekki við því nema hafa vitað af flankinu. Hanna Panna hérna búinn að kíkja sína öxl og sjá öxl held ég. En Tony tók hana eftir. Ef hún tók ekki eftir þá sáu hana í fótinn á Hannupönni þegar hann var að píka og held að Tony sá það. Ég held það líka. Ég held að hafi séð hvort annað og bara vilja bara láta þetta eiga sig. 40 sekúndur eftir. Yes. Það góða sem að ég tek eftir núna hjá Golddiggers, þær eru ekki að eyða neinu utility og það eiginlega bara blæða tíman fyrir Controllers. Það eiga svo mikið til núna til þess að loka á allt. Tjara til dæmis hérna með bíð bara alveg loka á læst með við karaktera. En Raccoon verið að koma inn á site á móti Plub Penguin. Hún ein eftir. Hún ein á sætinu. Plub Penguin tekur Tofu. Og Controllers þarf að planta núna 8 sekúndur eftir rándinu. Oh my god, nei, spammaði í gegn heldur einhverjum 2 hestuflum að það eftir og þá koma allar ströðandi inn og það núna bara Hanna Panna búin að vera efst á skórbortinu fyrir Controllers en getur hún gert eitthvað í þessu? Eiginlega ekki með þessa byssu. Þetta var klassik og það nánast ekkert sem getur gert í þessu. Þetta spil sem þær tóku eitthvað sem Controllers átt að taka í seinasta rándinu en þarna var ein að diffusa og hina 2 voru að halda. Já. Það var mjög vel hugsað út af því að þetta svo öflugt að hafa bara, 2 skildi basically fyrir frama sig og einn að diffusa sem gerir þetta ennþá erfiðara fyrir Controllers að ná sæti, ná diffusinum. Akkurat. Ég held að þetta ekki þetta endar lélegt kaup hjá Golddiggers en ég held bara að það skipti ekki máli þegar við erum með svo sterkt line-up bara til að halda í Defenders. Sérstaklega þegar það að gera þetta akkurat eins og hérna. Það bara ekkert veggurinn niður strax. Þau að spila algjörlega út frá info og nýta það allt utility bara seinna. Tony fær info af 3 í CM1. Og meiri sér situr hann ennþá á Úrtinu, hann ekkert að eyða svo litli utility, þetta bara blæða tíman hérna, en Controllers finna opnum, það Raccoon enn og aftur, búin að vera mjög sterkt þegar kemur að því. Plub Penguin spottar hann þarna aðeins með buxurnar á hælunum, ekki, byssan uppi, en þau þetta samt virðist vera að committa, það allir 4 komnir hérna á bíið. Og það fær skannar þarna Sage en á site. Mér sýnist 2 á Controllers vera á leiðinni í áttina að A en þar Plub Penguin kominn tíminn 30 sekúndur eftir. Plub Penguin tekur eftir einum og veit af 2 núna en Youngani tekur Tofu niður. Þau ekki viss og þau heldur þetta væri rotate en Emsa ennþá inná. Það It's Lurka ein á móti heiminum og Penguin kominn. Hún stikkar plantið! Oh my god, en hún samt nær þessu þrátt fyrir. Lurka var komin byssuna upp. Sæll. En hérna sjáum við fyrsta leik
kvöldsins. af 3. Já, og eiginlega bara svolítið one-sided nánast allan tíman. Við sáum glitta aðeins í hvað controllers ásakið geta gert, en þær voru ekki alveg komnar í gangi þessu mappi, held ég að sé hægt að segja. Ekki með það, við erum búin að vera að segja það að Gold-Eagles, já, þær eru sterkara liðið, en þær eiga ekki að vera það miðað við alla nýja leikmenn í line-upinu, þannig að ef við erum að horfa á að, já, bara vera með svona, hvað maður að segja, allt prakki í rauninni ready, skilur við. Þetta er alltaf að fara að vera svolítið pöggja, af því að við erum að horfa á stand-in leikmenn og það er oftast þannig að það er svolítið, herru, við bara gerum það sem er auðveldast í rauninni. Hvað er auðveldast að hafa ready á svona stuttum tíma, því að þú getur einhvern veginn bara æfting með 5 leikmönnum þó svo allir hinn séu viðstaddir, en eins og segi, við erum að horfa á vara stand-in sem þýðir að öllurinn getum að sá stand-in var ekki með í öllum æfingum og svoleiðis. Það hljómar allavega ekki þannig. Þetta line-up hjá Gold-Eagles er reyndar vera viðurkenna, þetta er mjög sterkt bara núna líka. Við erum að sjá hérna að við erum að sjá Tjöru og Anni spila ógeðslega vel bara með þessum karakterum, og þóttu voru ekki, þú veist, í efstu sætunum með skorbortinu, þá voru samt að gera, þú veist, þau voru að nota utility sín ógeðslega vel. Já, ég tók ekki nóga vel eftir því, en jú, það er endur rétt, já. Þær voru til leiks allan tíman, en já, það er eiginlega ekkert að taka það af þeim. Við heyrðum það svona bakvið eyrað að þetta eru leikmenn sem hafa samt alveg reynsluna þó svo að þeir hafi ekki spilað í deildinni hingað til. Já. En svo er spurning, er reynslan bara í einu korti eða fer hún líka alla leið yfir í split sem við förum á eftir? Þannig að ekki fara langt þegar að horfa á Mílu-deildina. Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is
Já, mækar eru live og ég ætla að tala áður en að þið sjáum myndina en við erum komin aftur, við sáum mappið fara svolítið ekki í hag controllers. Þetta leit ágætlega út á tímabilum hjá þeim en við sögum það svolítið í lok leiks að já, Gold Diggers voru bara miklu drillarlið í þessari seríu. Þú sagðir það núna, bara rétt áður en við fórum í lofti, Tony kom þér á óvart. Já. Kallast Tony. En hún þetta bara, sko ég hef ekki verið að fylgjast ógeðslega vel með, en hún er ógeðslega góð. Já, og eins og ég sagði að þetta er leikmenn sem að kannski, hún er í mainline-lampinu, það er ég ekki að rugla núna. Jú, nei, hún er í mainline-lampinu, já. Já, hún er í mainline-lampinu. Ég er náttúrulega ekki alveg búinn að vera nógu mikið að fylgjast með þessu hingað til, en já, þannig að þegar þú segir að hún hafi komið þér á óvart, meinar þá miða við síðustu leiki eða? Já, ég myndi segja það. Já. Ég hef kannski ekki séð leikina sem eru off-stream hjá Gold Diggers, en með þessum leik sem við vorum að sjá núna og það að Tony var efst og eftir henni var Emsa og Plub Kingwin var bara mjög stórt. Ég sagði mér þess að í leiknum held ég mér að vera svolítið svona silent kill ég bara kom mér á óvart að hún hafi verið bara hvaðan kom allir þessi 18 kill og við vissum að það voru allar svolítið að valta yfir akkurat controllers og við sáum samt ekki við sáum controllers eiga highs. Það var Raccoon eins og 3K þegar hún pussaði allar niður longið og hún gerði það held ég aftur, var það ekki? Næsta round bara strax eftir, svo Hanna Panna, hún var eiginlega svolítið svona rock solid nánast allan leikinn en maður sá ekkert svona, það var ekki nógu mikið consistency hjá controllers og það er eiginlega það sem vantar yfir í split sem við erum að fara í núna. Þannig að ég meina hvenær sem leikurinn er ready þá fáum við hann upp hingað en split, hvað eru predictionin í split? Ég veit ekki Þetta er mappiki hjá Gold Diggers. Okay. Þannig maður er svolítið að sjá að Gold Diggers er að fara að taka þennan leik. Ég ætla að giska að þær eru alveg búin að prakka þetta mapp fyrst þetta er fyrsta mappiki af þeim. Og þetta er líka, eins og þú sagðir áðan í byrjun, þetta er frekar þröngt mapp. Já. Og þetta er það að því að þú þarft að vera með eiginlega kontról af svona mest middinu, að því það er svo erfitt að ná middinu aftur. Já. Af defenderunum. Ég skil kominnar. Og líka bara það er aðal rotation spot, eða quick rotation spoti segir maður kannski frekar. Og það er sama negla að rotata frá ætla ég að segja CT en defenders en ef þú ætlar að vera jafnfljótur að róta þaðan frá þá ertu aftarlega á A-inu eða B-inu þannig að en ef þú ert framalega þeir eru nú þegar með mark control á bæði B og kannski eins og bara A-heaven að þá viltu ef þú getur bara þeir eru að strauja B þá viltu róta þetta í gegnum ventið frekast því að það er alltaf að fara að leyfa þér að bæði dekka flanki sem að öllu leikiti kemur á miðjunni það er oftast þema í því að splitta á B-ið hens nafnið en þannig að það er rosalega gott að hafa það við sjáum mjög mikið Sage-vegginn alltaf setta þarna það er líka bara til að geta hlupið í gegn ef að andstæðingarnir brjóta niður vegginn svo það er mitt það sem ég myndi vilja sjá ef að við sjáum Sage sem að ég held að spilar engin Sage í dag nema ég er ekki alveg klár á það Við sáum Sage í seinasta leik var, ég ætla að segja Annie eða Tiara, það var ein af nýju Hvort að ég held frekar að það hafi verið eitthvað comfort pick og það er sama á mér það er bara ég heyri það alltaf frá strákunum akkur pikkar ekki eitthvað duelist bara þú ert að nörfa þig sjálf með því að gefa þér ekki allt utility maður er svo gaman að búa til eitthvað að svona veggi maður en ég held að það sé þá Teo og Bridge ég held ef við sjáum þessa leikmenn alla inn í þessu leik að þá verður allt chaotic. Nú veit ég ekki hvort við séum komin inn í leik eða ekki, við sjáum það ekki hjá okkur herra Ops. Já, þú ert búinn að vera að opsa fyrir okkur. Já, ég opseraði seinasta leik sem var live. Hefur mikið verið að opsa í Valorant? Þú ætlaði bara að fá að henda spurninguna hans á þig meðan við fáum þetta í gang. Ekki alveg Valorant, ég er auðvitað Valorant þjálfari hjá Selfoss en hef ekki verið mikið að opsa sjálfur Valorant þar að segja, ég hef verið að opsa CS og Overwatch. Já, ok, þá þekkir þú náttúrulega svona grunninn á þessu.
Herru, ok, við erum hérna með map-pickin, nei, fyrir ekki hérna leikmennina. Við erum að sjá hérna að Gold Diggers, já, það er Swiss á, á hérna merkinum hann að fyrir ofan, en við erum að sjá Gold Diggers eru attackers, byrja attackers og Emsa sem Clove, Tony sem Teo aftur, Young Annie sem Reis, Tiara sem Breach og Plub Kingwin sem The Frenchman. Við fáum allavega Breach og já, hérna Teo Controllers, nei fyrir ekki, Gold Diggers megin, já eins og segir, það er smá villaðna hjá okkur uppi. Einn maður á plani, en hérna ekki komið inn hjá að, sko, nú vantar Breach strax held ég í Controllerslæðinu, eða ekki. Sko, ok, ég hata ekki Fate, afsakið, hata ekki Fate pickið, en ég held bara Breach sé sterkari, hún er bara info, þau allavega taka Teo, en ég held að sko ef að, já, Gold Diggers það eru með bæði Breach, það eru með Teo, það eru með Reis sem er snöggin og sæt, það eru með Chamber og þetta er, ég vil segja að það sé sterkara line-up hjá Gold Diggers, ég held það. Já. Svona í fljótu tali og hvað þá líka, sko, ég er kannski bara að fara út frá leikinu sem við vorum með áðan, við sáum að báða þessa leikmenn inni, þannig að við vitum að þau eru kannski comfy á þessum leikmaster á þessum leikmönnum, Taskmaster Tony, hann er aftur á Teo og við sjáum hérna Breachin líka með þeim. Ok, Reis begge megin. Við erum svona að sjá, sko, Clove er ógeðislega sterk smóker. Þegar þú ert að spila sem smóker, þá er Clove bara, þú veist, duelist. Hún getur gert svo mikið. Já. Þú veist, hún er með 2 smóka og síðan fær hún aftur smók eftir 40 sekúndur, eða 30, ég man ekki. En það að hún getur bæðið síðan DK-að og fengi líf þegar hún fær kill, gera hann svo ógeðslega sterka. Það er alveg rétt. Og Emsa, ég meina, vön á Clove, þannig að hún afsakið, ekki vön á Clove, ég hef ekki hugmyndið það, vön á, eða bara í þessum leik, þannig að hún er alltaf að fara að vera þessi rocksolid leikmaður, afsakið, en við erum komin í gang og það er miðjan mikilvæga eins og við nefndum áðan. Hanna Panna er hérna tilbúin og býttu, bomba fór niður, þetta var gott hjá Young Annie, ég veit ekki hvort það hafi verið viljandi eða ekki. Beint grinn í andlitið hana. In hindsight að hefði Hanna Panna geta verið uppi, en þú veist það aldrei. Tekur lörku og þá er Annie komin svona bak, Raccoon. Býttu. Hún er bara á default bombusite. Emsa tekur niður þessa 2 og Gold Diggers takir þetta með stæl. Þetta leit samfærandi út hjá Controllers í smásnum, ég ætla ekki að taka það þeim, en pistólinn finnst mér ekki alltaf segja alla söguna. Það er svolítið, þú getur hort á það eins og 7-2 liða ígó, það er eiginlega bara, já, það er ekki að fara að stýra nákvæmlega hvernig leikurinn er, en ég myndi kalla það svona wildcard rounds, frekar sko, en þannig að þau, já, er að skrapa einhverju smáttir hérna, Reis er með, hvað er hún að fara að stinga sér eitthvað, ég veit ekki alveg hvað planið er, en, eða sitja í einhverju horni, en ég held að þau sé ekki fara að vinna með þessu dóti, þau sérstaklega hvað eru splittaðar. Við erum svona að sjá Reis, sko, Reis er ofta að spila sem entry. Og við erum að sjá hérna Plub Kingwin vera eiginlega entryinn sem hún gerði í seinasta leik þegar hún spilaði Neon, sem er frekar óvinnilegt, maður er ekki að sjá Chamber nota hann sem entry. Ég hata það samt ekki í þessu mappi fyrir suma ástæði ég sagði á hana. Þetta er svolítið þröngt mapp og þú getur komið í burtu og þú getur ekki bara komið í burtu fyrir hot þar sem að gæti geta rusha þig. Gætirnir eru nánast aldrei að fara að rusha þig út af því að það er alltaf einhver að covera þig. Map-control er mjög mikilvægt í þessu mappi við liðinu öllum öðrum uppum myndi ég segja. Þetta er einmitt það sem þau eru að gera núna, þau eru að fara yfir á A-ið með svo fljótu bragði. Hún kemur sér inn á með sjóluna en það er djúpt pík færnast í skoti í hnakkan en heldur sér þetta lifandi. Ég held að séu þessu búin að sjá byssuna. Hún nær killin, ok, best case scenario og fær allavega einn, er ennþá lifandi en Bulldog býttu, hún er með Bulldog. Ok. Kingwin tekur rakkan út. 30 seconds left. Þau veit ekki af Hófu
One enemy remaining. Tófa með 8 HP og Tjara píkar og tekur hann Tófa út. Þetta er auðvitað eco hjá Controles, þannig að svona hérna aftur, við getum ekki mikið sagt hvernig þær voru að spila. Þetta er mikilvægt ránd. Þetta er, og já, við erum snemma í leik, en ég meina að þetta er mikilvægt ránd, held ég fyrir þær. Aðalega upp á bara restina seríunni. Af því að ef þú ætlar að fara í gang, þá þarftu eiginlega bara að gera það núna. Þú mátt ekki glemma, þú ert í mappbyggi hjá Gold Diggers núna. Þannig að þú vilt svolítið spila momentumið. Og hvað þá þegar að kaupið er ekki eins heilbrigt hinum megin. Gold Diggers eru ennþá á semi-spar, kaupið að bónus eins og hvað það. Við sjáum hérna að Controles eru með betri kaup, þannig séð, með Vandal og Phantom, á meðan Gold Diggers er ennþá með Spectre og Bulldog sem eru aftur á móti mjög góða byssur. Ég fíla þetta. Það er snöggt rótið þarna hjá þeim af B-inu, en það gerist einungis vegna þess að þau kasta feit augunni yfir og sjá engan, en það eru eitthvað farnir að efa sig núna. Ég kemur treytið, en Raccoon tekur einn með sér án þess að falla. Tofu núna inn á site og nú er eiginlega reinforcementið aðeins og langt í burtu. Controllers voru með kontroll yfir þessu, en ekki lengur. Plöp Penguin hérna í Heaven. Óþolandi staða. Hér byssna í hannu og tekur Lerka. En Penguin er bara fljótari og betri. Blundað. Taskmasterinn lokar á það. 3-0 fyrir Gold Diggers. Ég sjá við skorbortið í snöggu. Það er Young Ani núna yfir. Það eru sömulegis Raccoon hinum megin. Var á Jettinni í fyrra mappi, en nú sjáum við þessa efstu leikmenn báða á duelist. Þannig að langar að giska að það verði svona paceið. Það verði svolítið Raccoon versus Ani, kann að meta það. Íkorfondina í Controllers, en tvær með shotgun. Hvað er við sjáum frá því? Við langar að sjá eitthvað svona crazy, sko. Svo vont sko að þið þú ert að halda. Og hvar eru við með sjálfurna? Við erum með eina hérna og á svolítið algengara stöðu, en fer áfram. Út af þessu, þannig að við erum búin að vita að þetta er ekki lengur allavega ekki eins og staðan stendur. Raccoon nær taggi en ekki meira. Penguin info, en þarf að keyra höfuð og það er tenging. Penguin með kill á móti. Það eru komin inn á site og aðeins tvær hjá Controllers eftir. Blöndal og Hannapanna þurfa að vinna saman eða vil taka þetta. Serifin að vera framan, en hún vill ekki taka hana strax. Fá info af einum í Heaven. Við ætlum að reyna þetta, allavega að skoða hvað það getur gert mikið skaða. Hannapanna er hreint í burtu með þessu utility, Taskmaster Tony ennþá að vera óþolandi. Og talandi að vera óþolandi, bara búinn að sækja sér info hérna, lappar ekki inn í smókin, en það er eiginlega bara risk and rewarding. Vita að það er ekki seinni leikmaður að koma í bak, þannig að þau geta bara einbett sér að Heavenu og City sem að Emsa gerir. Sækir 2 hausa þarna og 4. rándi fyrir Gold Diggers. 4-0. Já. Nú erum við að sjá hérna Ani vera með 6 og Plöp Penguin líka með 6 kills. Emsa þarna beint við neðan. Sko, tók eftir að Blöndal hendi þarna, herru, ok, hingra með það input því að þetta verður brólæna á móti. Það er þetta að strauja á móti og þetta er rétti staðurinn. Niður með tap og hvað gerist? Það verður allt í milljón núna, allir blindir, eitthvað. Býttu, þau fá 2 kills út frá þessu. Controllers hérna með 2, Young Ani ennþá að halda sér lifandi. Lerka. Ég þú bakki bara, lætur þú þiggur þetta. Þú ert líka búinn að gera gríðarlegan skaða þarna á hérna Ani og núna, og þau meira þess að fara aftur í gegn, þetta er geggjað. Infoið þarna, þetta er riski eins og ég sagði á hann, en infoið núna. Þannig að þau geta bara tekið akkurat, ok, 1 orb, en það gefur hins vegar infoið, þær eru búin að sækja þetta. Þannig að núna væri besti stöðunum fyrir Gold Diggers að actually fara upp í Heavenið frekar, myndi ég segja. Því að hitt er eins og staðan er predictable, en kannski ekki. Allir í gegnum miðju. Halda tekur hana niður Emsu þegar þetta er rándi hjá Controllers. Þurfa að spila þetta rétt til að þetta fari í þeirra á.
Það eru hana fastar í middinu en Tjara veit ekki af Raccoon. 30 seconds left. Ég trúi ekki á hann að við nota þetta últ en Raccoon eins og áðan sækir fyrsta rándið fyrir Controllers og það, já, ég með maður minnst okkar í gang. Já, betra sent en aldrei. Áðan unnu Gold Diggers helmingin 10-2 og meira sé að sko verði að segja að Controllers hafi svolítið gefið með þetta eina ránda sem er náðu ekki að deppa eða var eitthvað svona miscoms í gangi þannig að þau hefði getað verið með 3 ránd en núna allavega strax búin að sækja sér 1 og það sem við gerðum ekki áðan var að halda momentuminu. Við fengum aldrei ránd í röð eftir hvort öðrum en nú hafa þau sens á því og ekki bara það heldur senda Gold Diggers í spar ef þær sigra þetta ránd sem væri mjög gott til að snúa seríunni við. En allavega, þá er callið rétt. Blöndal fær ekki, fær enda gríðan í gamefóðna, hélt ég að það hefði verið skotið niður en smókað á móti og hægt á þeim. Nú er utilityð vel nýtt begge megin. Við erum að sjá hérna Pleb Kinguin og Hannapanna er að mætast inn í middinu og Pleb Kinguin tekur Hannapannu niður. Raccoon upp í heaven og notar öllu sig en tekur engan. Ég held að hún hefði gert meira endur ekki það mikið skada og ég held en bara hún haldið sér lifandi er kannski meira important en það dögur bara svo lengi til Emsa búinn að sækja sér það trade og auka líf á sig en já, ég held að þetta rám sé búið ekki nema Tófa geti gert kraftaverk hérna en er svolítið erfitt fyrir Lerka með að við staðsyngur og Tjara lappa bara gegnum smókin. Það eru hraðjar. 5-1, þetta timing líka það Lerka einmitt horfði í hináttina þegar Tjara var að koma frá smóknu. Það sem ég segi, þetta er risk, þetta er mjög mikið risk en hún á sama tíma þá býst ekkert alltaf við þessu þannig að high risk, high reward sko. Já, og ég held að það sé bara þær eru einhvern veginn, ég ætla ekki að segja skrefi á undan en þær eru bara ekki predictable hjá Gold Diggers. Þú veist, ég væri ekki að búast við að það væri bara að labba ekki um smók þegar þú hefur nú þegar advantage í plantið. Þú kom með plantið, en Controllers hafa verið ágættar í retake-unum. En hérna með henni split ekki svo mikið. Þannig hefur litið vel út hjá þeim í hinum möppunum og það róast aðeins allt niður hérna á server. Núna eins og að sé aðeins meiri svona ok, þeir eru komið til að spila. Og með Pleb Kinguin. Risastórt. Info ofan á það. Hérna í stunnuð. Það eru tværarna í heaven og Lerka inn á side. Það kemur info. Hún er að koma í bak. Tekur Young Annie hérna í bakið. Þetta er info. Hún veit að hún var að stefna í áttina B og það er einmitt bara counter call hjá Gold Diggers sem er eiginlega bara besta í stöðu. Þeir fara og ekki bara reyna að refsa þessu, heldur hætta við því að B var nú þegar lesið. Gold Diggers komnar á mid og sjáum við það 3 upp heaven. Halda. Það smast hún í tekinn á Raccoon. Þessi setna rándi fyrir þær. Þegar held þessi bara ómögulegt að ná að taka Blöndal hérna niður. Ég held þessi bara garantít 20 sekundur eftir og þær þurfa að fara bara á milljón í Blöndal og hún veit það núna og hefur komið með samstarfsmann hérna með sér. Það er ekki bara einhver þú vilt hafa Raccoon með þér. Þær eru samt að sýna þeim meiri virðingu heldur en í bjóst við. Þær munu fá að komast inn á sæt og negla bombunni niður. Nema að Raccoon fari núna beint í heaven og neyti því að plantið er galop. Býttu hvað er að gerast? Ó nei! Hann ná plantinu! Ó nei, býttu. Þetta var ekki einmið á Raccoon sem við sáum áðan. En þetta er svo sem held ég búið samt sem aður Emsa. Hún er í gríðarlega erfiðri stöðu 1-5 og ég held þessi bara nánast ómögulegt. Eins og við sjáum hérna, hún ætlar ekki að taka sensinn. Það er eiginlega bara næstu waste of utility at this point, þannig að maður skilur hana. Hún var þarna með ultið en ákvað ekki að nota það sem mjög gott af því að hún var annars væri hún 1-5. Akkurat og líka sko, ég verð eiginlega að segja sko, það sem ég fíla minnst við ultið á Clover, ekki sko, ég er búinn að segja þetta áður, mér finnst það íta svo mikið undir bully tactics. ef að Clover að ulta, þú hefur svo langan tíma þá er hún byrjað að spretta eitthvað til að bara hlaupa í burtu. Og það er einhvern veginn bara þeman einhvern veginn alltaf þegar hún ultar eða bara hlaupar í burtu. Og bara, og svona, ég held að ég vil ekki spila hana bara út af þessu. Ég væri
brjálar ef fólk var alltaf bara að hlaupa fram mér í últinu og svo bara degi. Já, það annarkvort einmitt að þau hlaupi burti Eða þeir líma, halda bara. já, sama með Jóru, Þau bara eða elta líma þig þeir. bara. Þetta hefur maður gert mikið með Jóru líka, maður finnur fyrir honum frekar heldur en maður sér hann sko. Já. Maður einmitt bara læsir á hann og þú vilt ekki gefa honum neitt sjens, sama með Omen jafnvel eða þú heyrir í honum. En það er, já, Controllers núna með opnun þrátt fyrir að það er entry og fullt site hérna, bomban fer niður, það verður ekkert mál. Plugg Penguin! Inn í bakið. Perfect rótit hérna Tekur. og nær einum en Blöndal störflit einhvern veginn treytar þetta Emsa enn og aftur núna inn á sæt. Bomban er niðri en hún er í þetta skipti, já, með leikmann með sér. Það er Tjara. 5-4 Last player standing. og Tjara eftir en Controllers spila það vel. Þannig að retakið var gott þarna. Já. Þetta var vondað flassið sem átti að vera flass á sæð. Flassaði Plugg Penguin líka. Já, hún var eiginlega bara svolítið heppin af því að ég held að þið þurftu svolítið að hafa leikmann í Heaven. Þetta tekið svolítið eftir líka með A-sætið. Ef þú ert ekki með Heaven, rampinn kallar það, eða screens, ef þú ert bara með side og elbow, jafnvel undir Heaven, það er ekki nóg. Nei. Ekki nema að þetta kannski að tala um 1v1s eða kannski 2v2s, en þú ert svo lokar inn á A-sæt og hvað þá að þú sérð einhver últs fyrir ofaði, það er ekkert að gerast, þú ert bara, hvenær kemur það? Já, þetta er rosalega þröngt sæt, ég myndi eiginlega bara lýsa þessu eins og A-sætið í Fracture, sem að bara og það er önnur ástæða fyrir að ég get ekki tegja, þú mátt ekki, veist hvað ég meina, að þú getur valla að vera á ganginum heldur, hann getur náð öllum ganginum Já. og hrindir í burtu undir smiðin á sætinu. Þannig að það er svona, hann er, stórhættulegur því mappi og ég held meira að þetta mapp líka og horfir á það. Hann getur, hrætti alla leið út úr elbóinu, hreinsa það alveg. Við sjáum hérna Golddiggers taka fyrsta timeout en það er gott að taka timeout af því að það eru hérna 5-3. Controllers eru komið með 2 diffuse það af retakeum hjá þeim sem hafa gengið vel hingað til. 3 af síðustu 4 rándum þeim í hag og líka bara fyrsta skipti sem við sjáum þau held ég strengja saman rounds og það er oft hægt að segja að þessi shooter-leikir eru momentum-based sko. Það er alltaf eitthvað svona undirliggjandi hugafar hjá þér. Ok, við unnum síðustu 2 ránd, við erum að gera eitthvað rétt og talandi um að gera eitthvað rétt að þá er aggression búin að vera eitthvað sem að sýnir fram á það að þær eru ekki hrættar við andstæðingur. Það finnst mér eiginlega bara að vera svarið rétt í þessu, sérstaklega þetta móti stand-ins. Nú 2 hérna inn og kannski búist ekki báðum en er aldrei að fara að hitta báðum. Elstar og þar hérna kill til að halda áfram en við sýnst það snýrst við. Já, við sýnst hún ekki ná öðru killi þannig að hún fellur hérna á side en 3-2 Controllers getur reynt á þetta. Ég myndi spara þessu peningunin hjá Controllers er ekkert og sér líka að tíminn líka sem er búinn að líða nú þegar. Ég meina þú ert með Ani sem afsakið Timber sem er með úr, þú ert líka með Breach últið og þú eiginlega bara veist að hann situr eitthvað stað tilbúinn að nota það, þannig að ég held bara tíminn sem komin of langt. Þau samt reyna, neitan er góð. Og öll hérna hjá Raccoon nær engum. Blöndal tekur Plugg Penguin. Þetta er búið, út af tíminn. Breach últið er hérna. Ekki nema að drepi Breach hins vegar, býttu. Ef hún stikka núna, nei, ok, þetta var actually heimur, hefðu þú hardclearað þetta. Ok, veistu. Það clearað þetta fyrst, sko. Það kemur óvart að hún sat ekki á últinu til öryggis. Já. En á sama tíma, ok, ég hef aldrei búist við svona seinu retake þegar að þú átti líka eiginlega engan séns. Þannig að, ok. Það er alveg náðu þessu að þau bara cleara þetta eina hot. Það sem ég tek eftir hjá Controllers núna er að þær eru enga veginn hrættar og ég held að það sé bara, þær eru enga veginn að fólda undir pressunni á Golddiggers. Þær eru að koma með pressun á móti og hvort sem að það sé sko kannski það besta sem að þær gera, kannski það ekki comfortable, kannski viltu frekar spila slow, en það er að virka á móti aggressioni sem að Golddiggers eru að spila. Þannig að ég held að þú ættir alltaf að sýta því. Hérna í þetta skipti þá er ekki það þeim í hag. Þau eru með 3. leikmann inn á sætinu sem að ætti að vera spottaður hérna. Já, búm. Tony fær hérna info að það er einn á sæt
Og þau eru komin á B-side. 2 á móti 5 í þetta skipti. Sem gerir þetta aðeins erfiðara. Raccoon tekur samt Tjöru sem með bombuna. Spike down. Herðu, B. jó! Það er eftir. Bomba var komin mitt í hérna og væri komin á side. En 2 að koma hann í bak. Last player Löggöngin standing. tekur Raccoon og Blöndal heyri í þeim og með 2 í sigtinu. Já, bomban fer yfir á B og það öruggt núna og sér það Emsa, hún heldur bara línunni. Ég held að bomba fari Smókar hefðin og heldur línu. Spike planted. Emsa heldur þessu svona ennþá gróflega, droppar á niður. Ef hún nær þessu killi að þá þetta allt í hennu opið. En nú spottar hann í hana en þurfti að hitta í höfuðu. Tóni neglir það af Blöndal. 7-3. Þetta var sko controllers að pússa þarna B-main eða garage og það að Tony tekur þær svo öflugt fyrir Golddiggers. Já, ég held meira að segja að það gæti hafa bara verið svar. Herru, þau eru búin að pússa hérna B, refsum þeim. Nákvæmlega. Kannski ekki, þú veist, þær voru tilbúna núna allavega. Það leik kannski frekar út eins og það og ég kannski fer aftur yfir það að segja aggression. Kannski bara henda þessu, breyta til. Kannski ekki alltaf á B. Ég er að fara að sjá hérna Reis. Nei, Reis það sé bara á Störblind. Oh my god! Tekur hann í en kemur treytirna frá Plöpp Penguin og Stönnið rétt svo duga til og tóð að fært á killið í þokkapót. Þurfti þetta stönn. Raccoon geggjulóknun hérna og nú 2 leikmenn eftir veita. Garantít 1 þarna og One bomban. enemy remaining. Heldur sér lifandi og þau taka 4 leikmenn yfir næsta mapp. Ok, vel spilað Ok, já. hjá controllers. og meiri segja þú ert Last nú round strax before the switch. komið með betri helming enn í síðasta leik og þú getur ennþá tekið síðasta round því að kaupin eru ekkert svo góð. 7-4. Og við erum að sjá hérna Raccoon efst með 13 og Tofa beint undir með 11 og í Golddiggers Plöpp Penguin með 14 og Ani með 9. En við erum að sjá hérna Forsbæ hjá Golddiggers og ein ekki með byssu. Fire in the hole og Tofa bakar út og við vill ekkert með það að gera. Uppi Ani. Últi fer, já eins og Út á segir, móti. þetta brawl map, ég bjóst ekki við neinu öðru. Mappi var ekki gert fyrir svona marga leikmenn, sorry, það bara sannleikurinn. En 1 round eftir og það enginn sem að tekur skaða í öllu þessu klösteri sem að myndaðist henni fyrir framan okkur. Þá róast allt í hennu niður. Hann hérna lifa þarna í hotninu á meðan Teiovilti var í gangi sem bara mjög gott. Skinn verið svo mikið advantage. Ég bara trúi vel að það hafi ekki gerst neitt mikið meira en smá skaði hérna á Ani en meira var það ekki. Ríken síld líka á henni þannig að hún á 1 stykki 25 í viðbót ef hún heldur lífinu þegar hún mætir Blöndal sem verður tímasendingin, hún var með eitthvað uppi en hún hefur glittað í byssuna með hvernig hún brást við þessu en trade hérna, Raccoon sækir. Við vita af 2 á Já. side. Það allt í rætt, bara þær hafa töluna núna 5 á móti, já og það er bara að fara að spila þetta rólega, eiga bara að gera það, ekki að gefa sér neitt, þau eru með 5 eða nóga últum og hér kemur hann. Allt inn í retake og það hefur verið það sem að Controllers vinna vel með. Ein komin í púpuna og fær, já, ekki að vera fyririldi í kvöld. Last player standing. Emsa tekur Raccoon. En mætir hann 4. Já, geggjað, bara taka þetta alla saman, viti hvað hann er, ok, keirum í. Þú hefur bara ákveð marga kúlur og já, herru. 7-5. Controllers er að snúsu við. Switching Já. sides. Þetta er búið að ganga mjög vel að hjá Controllers. Þú vilt líka, sko, þú vilt alveg fara yfir í næsta hálfleik með síðasta sigurinn, síðustu 2 sigurina. Þannig að það er svona, eins og sé, momentum. Já, Golddiggers eru með fleiri kills en nú kemur þetta aftur út í að við erum með þessi wildcard round, a.k.a. pistols og þau eru, já, oftar ekki meira skjóta heldur en kannski utility based en við sjáum hérna samt eitthvað utility á borðinu, Plöpp Penguin væntanlega ásamt Tjöru, svo erum við með Ghost og Armor dreift og alveg bara svipað kaup, eiginlega bara nákvæmlega eins kaup fyrir að horfa yfir borðið þannig að það er utility hér og þar. En hvað eru Controllers með í, já, mappikinu
sem að King Goldigers win. eiga. Penguin með mig hérna í middið en það eru 4 tilbúnar að taka middið. Það kemur backupið á middið. Það er að mætast það. Love Penguin. Veitu, hún fer í gegn. Heyrðu, Ómen eru komin í gegn. Hanna Panna fór í gegn. Þau byggust ekki við þessu, heyrðu ekki í rótitinu. Eða srátinu, afsakið. Sækir hérna auka pissu. Þau, veitu, hún er ein först hérna á milli og þau vita það. Þetta er slæmt. Hanna Panna eiginlega eina móti heimanum. Blondal gæti reynt að rígrúpa til hennar en eins og þá er hún först. Hún er með spækin líka. Þau reynda að vita ekki það endilega. Þannig að, en þau vita þau eru með hana. Locked and loaded. Smá skaði gerist en meira var það ekki. Bomban fellur niður líka núna. Þetta er rosalega erfitt fyrir Blondal til að, já, taka. Það var að 30 seconds maður left. ekki að klíra I'll hornið. find you. Var pínu vont að því að maður klíra oftast þarna niðri í sewer, hérna á milli. Já, Kalla, já. Ég er sjálfur ekki með Colton hreinu en þau eru góð hérna hjá Goldigers því að þau gefa bara infóið. Þetta er á miðinu, hún þarf að koma að sækja spækin. Er hægt að skrifa þetta á Hönnu aðalega bara út að hún var með spækin, ég veit ekki hvort henni, sko, hún var með geggja play, sráta sig hérna inn, afsakið, hérna, í bakið. já, teleporta sig hérna inn og færi með 2 kill sem áttu bara ekki að gerast, en hún er með spækin og á meðan detta hinn í leikninu niður þannig að planið eiginlega bara fer út um gluggan, Já. svo sem ekki þetta að skrifa kannski áneitt. Control tilbúin að taka æð. Allar 5. Allar stönnar af Breach. Þeir eru komin með infóið frá B-ið að það er enginn fyrir utan. Og því þau rótetaðir allar yfir. Við hérna uppi, spottar ekki í Annie. Club Penguin. 3. Eitt í heaven. Gott info þarna. Við erum með byssu til að, já, það er ekki skaða en kannski ekki besta byssunar. Þær eru alla 4. Þær ákveða að pússa þetta. Heyrðu, Spike down A. þetta Last player standing. Jó, þarna þetta. Tófa núna 1 og hún er kannski, já, Hún er dálítið lókuð þarna í horninu með 69 líf. líka bara klassik út af móti Spektrum og Já. já, Emsru líka sem bara komin hérna framalega í hana, vissi hvað hún var, já. Ekki trætt við þetta, bara okkar að pússa. Strax hún sér hana utilið. Þetta er gott þegar maður að tæma þetta. Maður tæmir þetta svo vel einmitt. Þegar fólk er byrjað að nota util, þá ákveður maður að píka. Því að þá maður ekki, þá er hinnaðilinn ekkert að búist við að þú sért að píka, sko. Nei, einmitt, þú ert líka bara, það er alltaf þetta animation áður og nærða að taka upp riffilinn, skambusuna hvað það er. Þannig að, já, það er rosalega, þetta er svona advanced, sko, þegar þetta er komið á þetta level. Þetta er svona sama í sé, sko. Já. Þú heyrir einhvern taka út util, eða þú heyrir einhvern kasta. Nú heyrir pinnan líka, Já. held ég. Og Það var ekki alltaf þannig. Þá píkarðu, sko. Já, það er alveg rétt og líka meiri segja, hérna, reloadið held ég, var það ekki, er ég að ruggla bara? Nei, já, það heyrist ekki, sko. Það heyrist ekki, nei. Ekki real. Það ruggla mig. Hérna, kasketið, þú veist, hérna, þú ert að tala um það heyrist, þegar þetta dettur á gólfið. Já, ég meina það. Já, það heyrist, þegar þetta dettur á gólfið. Og það er hægt að tæma það einmitt líka. En áfram með þennan leik, ekki búinn, þó svo að Goldigers eru, já, langlegis komna með sigurinn hérna. 9-5. Vantar bara 3 round til að vera komið með map og match point. En Controllers búnar að líta betur út í þessu mappi og það er með þess að bara spurning, náðu þær að koma sér áfram núna og yfir í 3. mapp, þá getur alveg séð þær vera á pari á móti Goldigers. En svolítið langt framöndan í það, horfum á 1 round í 1. Plug Penguin hérna með headhunterinn spottar hérna í Raccoon og það dugur til bodyið, hún er orðin low nú þegar og hún fer bara áfram, 4-4. Já, held bakkar hérna með liðinu og fara frekar hérna aðeins, en bomban er í 30 seconds garage left. B.
Ég veit að það ekki Nei, þetta getur líka verið mjög gott kontakt hérna út af því að bara þegar þau fá killið þá sérðu rotatið hreyfist alveg yfir á aðeð út af þessu og þær eru líka að gera svo mikið læti en ef þær halda bara hérna sétíðinu og jafnvel bara til að klemma á það og þær kasta þeim tilbaka, þær eru bara að feika þetta 10 alveg seconds left. þær mega bara ekki hleypa þeim einum í þetta og þau strauja hérna út saman gullfallegt að sjá þetta og B-ið er lokað og læst Controllers er að spila þetta svo ógeðslega vel hérna Tjara einn eftir á móti 3 hjá Controllers Þetta var geggja feik geggjað Mér var midround fílið. call þarna bara hei, við erum komin í heaven, við erum tvær, við erum að fara að feika þetta og það er vel líka látu A í friði, látu leikmanna þar í friði dílum frekar við rotationið af því að þá er ekkert rotation í bakaleið og hér er Tjara, ein verður eftir á jörðinni það er Tjörur Hreinsson Tófa sem að negli þetta 7. rándi fyrir þær og 9-6 þetta er ekki búið Controllers bara, þetta var ég var bara að klappa fyrir þetta var svo gott að hafa þarna 2 og 2 bara splitt Þetta er annað aspekt sem að ég hef, veistu, svona vandræðalegt að segja en það tók mig rosalega langa tíma að vita það að bomban sæjist ekki á leikmanninum í þessu leik. Ég var alltaf bara ekki sína bomba, ég hafði ekki hugmyndið það. Þannig að já, einmitt þarna, þau vita það ekki. Þó svo að það hefur verið spottað í þeirra B-inu, þá er iffið svo mikið. Já. En já, það er rétt. Þetta var dæmi gullfallegt midround call, þetta er bara ákveðið í miðju rándi, ekki fyrir. Og yfir á aðeins núna verðist vera svona allavega hallast í áttina en þar eru 4 leikmenn tilbúinir. Það er út frá infónu hjá Taskmaster, Tóni sem er búinn að sækja allt yfir á B-ið og Controllers vita það ekki að þær eru að lappa í bjarnagildur núna. Eina halda vendinu og allar 3 að halda einhverju tengt. Þetta er enda risastórt, sérðu, rótið núna, þetta getur verið risastórt og þegar þú heyrir þetta, býttu, hvað? Nota öllið, Hanna nota öll hjá Omen. Hvaða 7th sense call var þetta? Bara, herru, þau hljóta bara alltaf að vera á aðeinu, ég trúi þess ekki. Þetta er samt hættulegt því að þau eru að gera það sama aftur nema í þetta skipti eru þær ekki nógu snöggar. Að vísu farar ekki inn miðjan sem að er fljóta rótið en það eru 3 komnar inn á. Þetta er svo hættulegt líka, plantið er ekki fyrir þær. Ef einhver stikka plantið núna sem að er verið að gera og hér kemur akkurat það sem að þurfti til, hún er samt bara hálf bomban. Þetta er ekki búið fyrir undir búið en já, ég held að sé búin að negla þetta. Gott call, virkilega gott call og þær voru líka snöggar. Leiðum ekki fættu, hei, þær eru 3 komnar inn á, við verðum bara að hafa hraðan á. Það var negla hjá Controllers. Ég verð að gefa þeim sem er að koma með þessi midround calls hjá Controllers því sama hver niðurstaðan fer í þessu leik þið líti út eins og tier 1 Counter-Strike út af ég horf bara tier 1 Counter-Strike en ég er að segja þetta er bara ég hef heyrt þetta áður textbook playstyle bara hjá þeim textbook calls Það var samt eitthvað hættulegt við þetta af því að þær voru sko það var ein komin á sætið og allar hinnar voru bara ég veit það í bak sko ég fíla að hún neldi ekki bombir af stressinu feikaði fyrst og já ef hún er píkuð eftir feikið og deyr skiptir ekki máli rándið er ennþá opið út af því en já þannig að props á það hún feikar það fyrst ok engin enna nú negli henni og þá er rótitið nú snögg komið í þetta Controllers, það líta mjög vel út attacker main, verði ég eiginlega að segja og það kannski útskýrir að hverju retekin hafa verið flottar í höfum því að það snýst upp á það sama, ná sætinu en hér sjáum við Ani framalega bara með neitina uppi, þau eru að spila mjög mikið bara út á info núna engin að þora að gera neitt strax en Tófa þykku þetta Hún hélt bara línu og þá við Tóni til að píka Blöndal Nú er Controllers að refsa einmitt það sem að hefur verið að virka fyrir Goldingers. Emsa spottar Emsu er að spila þarna off-angle í heavenið og ég fíla bæði það að Raccoon býstu þessu. Hún er ekki að overextenda en veit ekki af mannesku vinstarmenn, getur alltaf verið. Hér kemur smókur fyrir og hún ákveður að setja inn í honum frekar. Emsa kíkir þá út en spottar ekki neitt. Hér heyrir Raccoon og þetta er perfect split. Hún fer út á besta tíma. Emsa er aldrei tilbúin en tíminn! Á plantinu komin henni í bakið. Frikkiljá Raccoon.
Ég held það bara. Emsa Club Kinguin tekur hún eftir Raccoon. Hún klýrar þetta ekki og Raccoon komið með 1 og Emsa pússar. Last player standing. Þá tekur Blöndal á móti. Hanna Panna, Tasmanski Tony tekur hönnu og en tekin hennar lörku hjá Controllers. Einu rándi frá því að jafna hennar leik og 9-8. það er enn og aftur, mér finnst bara sko ákvarðanir sem að Controllers er að taka núna, mid-round, er eiginlega bara eitthvað að slípast það sem ég sé. Þetta er allt út frá info. Heyrir Emsu rót, hún spottar í Emsu til að byrja með. Hún manst það. Þannig að hún situr þarna í smokknum, það hefur eflaust komið eitthvað call. Hey, ég veit hana. Leið og hún heyrir rótitið fara, bara smá skref, búm, lappar hann í gegnum smókin. Riski að því að hún vissi náttúrulega aldrei af Heaven sætinu, þannig sé, en tók þetta risk og þetta risk eiginlega bara treðið rándið hefði það ekki verið, já, bara jarðýta í gegnum A-mainið því að það var nú nóg eiginlega bara fyrir þær. Það þurftu svo sem ekki dána að halda en hún tók það í burtu free kill í Heaven sem að spilaði inn í. Og það er timeout á Emsu í, já, Gold Diggers því að það er eitthvað verið að ræða málum því að það er bara eitt rand sem aðskilur þeir. Þetta mjög vel spilað þarna hjá Controllers seinustu round og bara mjög sterkt fyrir þær að fá þetta af því að það á svo mikið með klefan hjá Gold Diggers núna. Þær eru byrjar að vera, geti sagt, stressaðar. Já, ég held þessi bara rétt þér. Og ég meina, eflaust betra skap í kampinu hjá Controllers. Held ég að hætti sé að ganga út frá því. En meðum ekki gleyma að hvori lið ætti að vera sterkara. Síðust Club Kinguin ákvað að taka hérna White Peak í BM main. Allar eru að fara á mid nema eina þeim. En nú reyna refsa eins og þetta er að virka á það, tóku bara þetta. Það eru núna Bara röstu búnar, allar. þú sagði þetta í byrjun, það eru búnar að taka miðjuna sem er rosalega mikilvægt map control og núna, hvort sem þær fara, þær eru búin að kasta rótutuna allir yfir á AF, þær hafa valmöguleikann að halda þessu með meiri hluta hjá sér eða taka late round og bara þess vegna vera með lítil sem engin læti. Oh my god, Hanna Panna! Hún stekkur inn! hún heyrði þetta Þetta er ekki. svakalegt! En það er aftur, ég byrju hvernig? Er eitthvað sem hún er ekki tilbúið? Ég skilir þetta ekki á Raccoon með últið á besta stað, besta tíma, reyna að rappa, reyna að rýma. 9-9 er staðan núna. Við erum að sjá Controllers stíga hátt yfir væntingu núna. Vont þarna að Tjara heyrði ekki í hönnupunni koman í bakið. Srátið náttúrulega heyrist bara það sem þið gert. Já, En ég trúi bara ekki að sko hún eiginlega rétt svo slefar framjá skrínmanniskinni. Hún spottar ekki í srátið. Heyrir það kannski, hei, Omen Heaven, en þetta var gjörsamlega play sem hún tók í svona eigin hendur og það, já, virkaði. 9-9. Já. Sæll. Erum við að fara í Pearl? Ég ætla ekki að jinxa neitt, en það er möguleik. Emsa tekin hérna ábyrð á eftir. Þetta er hættulegt Fer inn í smókinn. Bittu, hvað er þetta? Og bittu, konvinn þetta. Controllers taka þetta. 3-4. Gold Diggers. Tjara! Spike Það down náð mid. þarna Raccoon með. En Raccoon með 35 líf eftir. Annie á side. Raccoon low. Annie tekur eftir tófu. Við erum með Lerku hérna sem er á A-inu. Þetta er mjög gott og þarna sjá þau. Já, nei, ég held sér bara komið. Controllers. Ég held að það er ekki þetta rond. 2-3. Controllers komnar á A-side. Bombavenniður þar hafa gríðilega mikið tíma til að stilla sig almennilega upp en ég held að Gold Diggers sé alltaf að fara að reyna þetta. Málið að ef þær fá 1 kill þá er roundið opið en að því að það er engin ult á borðinu neins staðar þannig að en setupið er að stillast vel upp hérna hjá þeim og fyrir þeim geta að vera allstaðar. Þarna líka þeir lokuðu bak og þú veist fyrir bakvið að það geti ekki pússað. Ég þeim bara að verka að þeir þurfa bara að halda 2 botnum. Ó, nei! Og Lerka einn eftir! Oh my god,
Þakka fyrir það, kúrunda kláruðist. Lerka. Það er svitið á enninu, það er hlegið í kampi, það er bara Þetta hefur rándið. verið rosalegt. Oh my god. Anni var næstu búinn að sækja þetta 3K þarna en kúlurnar kláruðist, ég trúið ekki. Lerka bara brá að sjá þarna Anni komin á sæt og búin að taka meðlið með sér niður. Ég datt næstu í gegnum borðið hérna sko. Það er bara... Hvort sem að, við erum að fá skemmtilega leik, allavega þið heima áhorfendur, þið ættu að vera saman því hvori liðinu sem þið haldið með, þetta er það sem við viljum sjá og við gætum fengið að sjá meira af þessu. Við gætum fengið að sjá meira í kvöld, það er ef við förum í 3. mappið og það er því þá Pearl. Ég get ekki sagt þér neitt með niðurstöðum þá en controllers eru gradually í þessari leikisýrju búin að verða betri og betri og betri og það er ekkert sem að virðist geta stöðvað það momentum hjá þeim. Blood Kingun allavega byrjar á því að skrifa comeback-söguna sem að maður held að yrði alltaf hínum einn en þau eru með allavega það advantage. Þau geta jafnað þetta núna. 5 á móti 4 og rándið er ennþá opið. Golddiggers. Og Young Annie bara ákveður að pusha þetta og taka hann hönnupunni. Og með bombu. Þetta heyrist líka. Bomban heyrist droppað hérna. Þannig að ég held að þau reyni að fara í þetta. Þau eru allavega Hérna sjáum við rótitið. Blood Kingun að koma. Raccoon á miðinni. Er hann að fara að labba í þetta? Er hann að fara að ná killinu? Hún gerir það, opnar hann á miðinu og það er gríðrætt. Hún er búin að klemma á þetta. Heyrir í Heaven leikmanni, held ég. Hún er allavega eitthvað stökkarna milli til. Og ákveður að píka en Young Annie. Player standing. Og taskmaster Tony. Raccoon. Baby í Davinni. Já, ég held að það verið svolítið erfitt einmitt eins og segir. Þegar vissu af henni, hún var líka einn eftir. Já. Þurftu að halda sér lífið þarna í meininu en samt sem að þetta var eiginlega ekki Rándi og Golddiggers að vinna verði ég að segja. Mér finnst það vel að frekar vera konn sem að töpu þessu. Og þú veist, ekki hann að taka neitt af Golddiggers en bara konn er að spila svo vel á þessu momentumi. En það er ekki einu svona, sko, við horfum á leikmennina yfir borðið. Hanna Panna er núna langt undir það sem hún var áðan í Haven. En taskmaster Tony og Chara sömuleiðis. Tony var langa efst hjá Golddiggers og það eru 2 leikmenn sem eiga eftir að fara í gangi hérna og það er beggja megin. Þannig að það er ekkert að loka á þetta. Perfect blind hérna á Tjöru. Perfect út á Tjöru líka. Og það er 11. rándið held ég. Ég held að vera að spara þetta. Ég held að muni spara þetta. Þeir þurfa held ég, sýnist það peninglega séð ætti þeir að spara á næsta Það er endar eitthvað skrambulotna en það er svo riski að fara. Það er alltaf samt að reyna þetta. Ég kann að meta það. Það er bara allt eða ekkert en það virðist eitthvað að vera smá af að samverna í sítíðinu. Allavega er Emsa komið djúpt inn á. 2 hausa fyrir framan hana. Holy hell, hvernig er hann að fá þetta? Það þurfa að klíra þetta, þessi 2 hot. En ég veit ekki af hönnupunnu. Emsa heldur. Hún fyrir af henni! Oh my god, öll ránd fyrir controllers. Þær eru svo nálægt þessu. En Það er viðbjóðslegt. sko, ég verð að segja þarna. Golddiggers retakið. Emsa fær 2 kills eiginlega bara á disk fyrir fram að segja þarna. En Golddiggers retakes er ekki búin að vera jafn snirtilega hjá controllers. Myndi ég segja. Sko, þau fóru í þetta þarna en það virtist vera svona smá svona og við erum að gera þetta, við sko að meina, þetta var ekki alveg svona, við ætlum að reynda. Þetta var ennþá svona, skoðum hvort við fáum eitthvað og virðist svona vera eins og þær sjálfar hafi ekki trúað á þetta fyrir en að Emsa færa þarna 2 kalla og bara þá er allt í hennu retakið on. En núna eru Golddiggers ennþá yfir, voru jafnar, takkast á tölu bæði lið en núna með 11 og þurfa 1 til að ná þessu í map point og Við erum að sjá hérna, controllers er að taka þetta frekar hægt þótt þetta er eco-round hjá Golddiggers. Að mínu möti, sko, ef þetta væri liðið mitt, þá væri ég búinn að rush eitthvað sæt, sko. En það málið. Ég Á móti eco-i. Já, en ég myndi ekki þóra. Þú vilt aldrei vera aðilinn sem að segir hey, I screwed up. Já. Þú vilt ekki gera fyrstu mistökin. Síst að vera svona semi-kaup fyrst að Blood Kingun með hann Bulldog. Já, ætlaðu þessu ekki bara eiga í næsta. Ég er stóri, veistu. Já, eiga svona, já, þetta er svona þær eru að kaupa. já, Ok. scramble kaup hjá þeim.
Já, Controllers að kaupa sko. Það er fullt kaup þeirra megin og á að vera það. En þetta stefnir í A-ið. Það er ennþá leikmaður á miðunni Blöndal í þetta skipti og þau ætla að negla þetta, þau ætla all-in. Það er yfir á B-ið hérna. 2 leikmenn djúpt inn á A-ið afsakið. Tony, einn af þeim leikmennum, býttu. Nú kemur eitthvað quick rotation, 20 sekundur, ó nei, 20 sekundur samt. Þetta er nánast ómögulegt, þær eru ennþá á shift-takkunum, ég held þessi ekki hægt, þær eru að fatta það núna. Það er sprettast það er ekki tími, ég held það ekki nema planti beint fyrir neðan, en ég held samt það er ekki tími. Það hittast þarna. Nei, það er ekki tími, þetta er off, það er callað off og það eiginlega veldur því að það er tapið þessu rándi. Það er eiginlega, já, þetta er eiginlega sama að segja áðan, bara að þóra ekki að meika fyrsta múfið, ég held að það er bara að vera að hugsa nákvæmlega sama og ég hérna. Ég sá þetta alveg vitlaust, ég held að þær voru eco. Já, sko, 11-11, úff. Þetta eiginlega 2 rand sem að gæti verið betri á Controllers. Þetta er búið að vera svo hörku leikur hingað til. Ég held að Controllers ættu að taka timeout aðeins núna og stilla sig af. Já, þær eru svolítið að fara á momentuminu, það sést alveg. En ég held þú verði bara að taka timeout núna, það er bara 1 rand á milli. Ekki nema að þau hafa bara, ok, þau eru með eitthvað ready on the go núna, Gold Diggers. Þau geta klárað þetta núna í 2 möppum, það má ekki gleyma því. Þær eru að sigra. Controllers er ekki sterkara liði í þessari seríu, þó að við svona gískuðum á það bara út frá leikmanna breytingu. En Controllers er alveg búin að svissi sig við og er að spila þetta bara mjög vel. En Hanna-Panna, Tjara, hvað? Það er bara búin að vera mikið... Byttu, þetta á spækin, ó nei. Þetta er hættulegt. En það er góð tímasending hérna nákvæmlega sem við erum búin að nefna áður. Það sem að Utility tekið upp á sama tíma. 4 og 4 núna. Og EMSA heyrir þetta allt. Það er eiginlega... EMSA heyrir þetta allt. Já, hún er spottuð, en þau eru með info. Það er að minnsta kosti 2 í hérna ventinu, afsakið ropes. Og þar er, já... Penguin reynir að tengja við það, en það er ennþá 2 leikmenn á B-inu, þetta er svolítið erfitt, nánast valla hægt. Býttu með Utility uppi, hvað er að gerast? Svo vant að sjá þetta en Lerka, ennþá lifandi, en hún er ein. Þetta er 1v1. Býttu. Þetta var ult hjá Lerku. Þetta var ultið hennar, ég trúi því ekki. 1v1. Perfect. Lerka lokar af. Og heyrir þetta, hún heyrir þetta. Já, hún snýr sér strax í áttina að þessu. Nei, mátt ekki sína að opna fyrir Heaven. EMSA er með full util. Hún getur díkjað, hún getur smókað, hún getur allt. Lerka ætti að vera búin að heyra steppin hérna, hún hefur advantageið. En já, eins og segir, hún er með utilityið, hún er með smóka. En hvar eru leikmennirnir? EMSA tekur þetta! Þetta timing! Vá! Og tryggir þeim map og match point hér með þessu deffi. Það er öll pressan á Controllers ef hún var það ekki fyrir núna. 12-11, eru að fara að sjá OT? Veistu, ég myndi segja já fyrir 4 rándum. Já. En mér finnst eins og Controllers hafi aðeins stopnað aðeins núna. Það er, ég veit ekki, ég held að pressan sé á þeim. Bara, við erum actually að comeback þetta. Ég held að sé meira svona, ég held að það er ekki að ofhugsa þetta mikið. Ég veit bara ekki, ég hef ekkert svar, annars var ég eflaust að keppa í leiknum. Mér skilist þetta samt vera hérna B-take og Club Kinguin er komin að close og tekur eftir þeim. Það er all in, info, all in, bara ult, klárum þetta, neglum sætið, bomban mun fara niður, en það serðu ultin á mótið þér. Þú ert hérna með 3 ult og 3 góð ult. Þú eittir líka öllu í að komast inn á sætið, en þau fá opnu líka í þokkabót loksins, ok, en það er sama og ég segja áðan. Ultið, ef þau ná að stilla sig af nógu vel og þægilega. EMSA tekin, en auðvitað notar ultið sitt og er þá með auka líf. Það smast Tony. Spottuð, Raccoon veit nákvæmlega hvað hann er og vita af, já, allavega 2 leikmönnum núna. Þannig að þetta Bridge-ultið er ennþá á borðinu, ég nefndi það og nú 2 á 2. Þessi má ekki falla tófa. Það er ekki að setja upp. Og Hanna er 30 í líf og Tjara tekur hann niður. Erum við, nei, með tíma? Nei, hún tekkar óvart aftur af.
Það munar engu, við erum að fara í overtime. Það er Controller sem að taka 12. rándið og heldur leiknum gangandi. Oj, 12 Switching sides. overtime. Overtime. Þetta ef með öll ef þau nota öllið og það er alla fara saman. Ég held að þau miklu betur á þessu. Loka Controllerinn strax. En við sjáum hérna timeout hjá Bangsimon. Timeout hjá Golddiggers. Því að hérna þarf eitthvað að koma niður punkti bara hvernig þau spila. Jæja. Hvað segir allir í tjattinu? Ég væri ekkert á móti að sjá það núna fyrir mér. Ég spyr bara Mara í Pernokko, er ekki allir í stuði þarna? Við erum alltaf í stuði í stúdíónu, sko. Það eru 28 kills á Raccoon sem að, hún var jettinn í Haven, við sáum það. Jú. Og ég nánast trúiði ekki að við séum komin ykkar. Controllers er búið að ganga svo ógeðslega vel og hvernig þeir eru búin að retaka sides saman. Þetta er búið að ganga svo vel þarna hjá þeim. Það fer kannski bara aftur það sem ég sagði í byrjun leiks. Þær eru heilaliðið. Þær eiga að vera snirtilegri þegar kemur akkurat að retakum og midround calls. In theory, út af því að það eru 3 standins þarna hjá Golddiggers. Þannig að maður skilur alveg ef að það er ekki eins flott hjá þeim, kannski entry-in og retakin, en þau eru samt alveg með það á hreinu, bara hinga til, líta Controllerinn aðeins betur út til að gefa því. En við erum alltaf komin í overtime, það eru 2 round, 1 á sikkur hliðinni hérna og við byrjum á því að sjá sömu leikmenn á sömu hlið og þá er opnað, ráðist hérna á miðjuna. Við byrjum hérna að Golddiggers eru attackers og Controllers byrja að defenda þær. Jú. 2 hérna upp í Heaven og Blood Penguin. Vita af einni, en Vita er af Hönnu. Taka hann Hönnu niður. Bara af því hún var stönnuð. Þetta var óhefðbært tímasetning. Lekka í horni Emsa. Eru Golddiggers komið með side og 2 að koma hérna upp Heaven. Tófa halda sinni stöðu. Annie tekin á Raccoon. Oh my god, Blöndal bjargar henni svo mikið þarna með neytilega uppi. Hún getur þakka fyrir það að það er allt í hennu 3v3 og það er eiginlega nánast Blöndal að þakka að rámdi sig ennþá on. Tjara að hraða og það er nýtt tíman en Emsa treytar líka sína liðsmenn. Það er reynsla á þessari konu hérna. Hún hefur verið hérna margoft áður og sýnir það. Standina ekki getur hún gert skada. Hún öldar. Fær með þessi annan séns á að sækja 3-kið og gerir það. Ára 4K hjá Emsu. Emsu er búin að ganga ógeðslega vel. Það að treyta sérstaklega og bara komið sér play. Þetta er svakalegt maður. Nú erum við að sjá Raccoon og Tofu bara 30 bombu og 20... Þetta er... Vá! Match point hérna hjá Golddiggers 13-12. Nú þarf Controllers að gera allt í sinni stöðu til að fá annað overtime. Svo sem er að calla leikina hjá Controllers held ég að sé svona það flottasta attacker site sem að ég hef séð hinga til, en kannski, ég er búinn að horfa á 2 leiki, þannig að þetta dæma út frá því, en það er að fyrst sem ég tekja eftir, midround callin hjá Controllers eru gullfalleg og hver sem er að gera það props á þau, en það þarf meira til en það til að stoppa Golddiggers því að það eru þvílíka skittur þarna, Young Annie spottar þarna í hendina áður en hún verður blind og Tofa kemur sér inn frá því. Blood Penguin fær hérna info af einum í Yemen eða Garage og bakkar strax. Tjara tekur eftir hannu og tekur hana niður í leiðinni. Þú ákveður að bakka en nota dróna sinn. Blood Penguin með rosalegt crosshair placement hérna. Ákveður að setja upp TP sitt sem er mjög öflugt. Og hún nær pikkinn á Raccoon sem hún gerir. Ok. Þetta gæti verið lokaörlein fyrir Controllers. Það lítur út fyrir að
login hafi aðeins stopnað hérna og ég meina bjargar ekki því að það eru 20 sekundur eftir og þær hafa nánast ekkert map control, þannig að þetta verður eiginlega allt að koma í einni bunu núna. Emsa, hún bakkar, býttu, allt í hennu fá þær opnur og sagði þurft að fá, ég trúi þess ekki. 10 Bomba sekúndur. næra að komast inn og niður, bomba fer niður, það er allt í hennu 3 og 3. Tófa er að reyna að fá opnur þetta, gerir það ekki, en samt þau eru með sæt og ef þau spila þetta rétt, að þá er þetta ennþá opið. 3-2, Lerka með Util. En Tjara tekið niður af. Það eru báða 30, Tony. Og Tony klárar þetta fyrir Gold Diggers. Bam! Og nægur tími til að deffa bombuna, ekki 14. aftur, já. Þar höfum við það, Gold Diggers sækja þetta map og þessa seríu í kvöld. Þrátt fyrir að Controls hafi gefið okkur svaka sjó í kvöld. Þá voru Gold Diggers sterkari í þessu mappi líka. En það munaði ekki miklu að við færum í Pearl. Þetta var mjög close leikur þarna, mjög vel spilað þarna. Við erum að sjá hérna að Raccoon er efst með 29 kills eftir leikinn, en hvernig það voru að stratta þetta einmitt mid-round var svo ógeðslega öflugt fyrir þær. Og það horfir hérna á skorubúrtu og sérði að þetta er bara röndótt eins og segir sig bara sjálft. Þetta er rosalega, þetta bókstaflega. Já, ef þetta væri röndótt dara, að þá væri við sennilega bara í öðru overtime, ætli það ekki. Jú, en já, First Blood hérna á Raccoon og Club Penguin, ég meina 6, Hanna Panna líka. Sérðu First Bloodin bara hjá Controllers, 5, 4, 6. Þær voru alltaf með opnanunar og ég held að meirihlutin af þessu hafi komið frá attackersætinu. Það líka við erum að sjá að hérna, sérstaklega að sá sem var að spila að Young Annie er að spila Raze sem á að vera svona entry. Akkurat. Og hún er með 0 First Blood, en þú veist, Club Penguin sem á ekki að vera að spila sem entry, Chamber færið það 6 er bara mjög sterkt. Já, Taskmaster Tony líka var eiginlega bara kjarninn þeirra til að byrja með í Haven. Maður sá það alveg, það var bara, byrjaði þetta svolítið fyrir þær. En Controllers, við sögum bara að þetta var að fara að líta svolítið út fyrir að vera bara fljótur 2-0 sem var svona ok, ég meina hvar liðin standa á móti hvort öðru í deildinni, það var svona ok, maður gæti gíska á það. Svo ákveð Controllers bara, heyrðu, við erum heldur góður í þessu leik, bara það skiptir engum máli hverjum á móti, við bara förum inn með hræðjar og sýnum að við getum barist, sko. Og líka bara sjá hvernig þær voru að kalla hennar leik. Það var eitthvað sem midroundin hjá þeim á svona 20. lóti svona í kringu það. Þetta var bara eitthvað fallegasta play sem ég sé. Það var allt út hugsað. Þeir spiluðu þennan leik miklu betur en Haven-leikinn og við sáum bara að Gold Diggers og að byrja að ströggla það að þau tóku, hvað var það, 3 timeout? Já. Ekki? Það var 1 hjá Bongsimon og Emsa tók 1 og síðan Bongsimon aftur, en það að við sáum að Gold Diggers var að byrja að ströggla á móti Controllers segir bara að Controllers getur miklu meira en sjá. Algjörlega, og meira segja sko, kannski ekki að sko, segjum að Gold Diggers væri með alla sína leikmenn, þá hefðu Controllers, Gold Diggers, væri með sína leikmenn, þá gætu þannig sem Controllers undirbúið sér betur. Þú hefði líka getið gert það, þannig að það er hægt að horfa á þetta á tvenna vegur þannig séð sko. En eins og segi, mid-round callin, það er eitthvað sem að Controllers er að taka með sér heim þráttur að hafa verið, feldar út deildinu núna, ég held að þessu verið að segja það. Ekki Gold Diggers en þó, þær voru að segja 7. stíð sitt held ég. Jú. Þetta er rétt hjá mér, þannig að ég held að það er eigi að vera öruggar í playoffs. En það eru fleiri leikir framundan, þetta er ekki búið, en þetta er búið hins vegar hjá okkur í kvöld. Þannig að ég ætla bara að kveðja fyrir mig og Nóel hérna fyrir að vera með okkur í kvöld. Ég þakka bæði lög fyrir geggjaðan leik og ég hlakka til að sjá næstu leiki framundan og hvað þá í playoffs. Við sjáumst, ætla þess ekki í næstu viku.